Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, við ætlum að næst að fjalla lagaleg álitaefni, yfirleitt tengt fréttum líðandi stundar. Við leikum okkur stundum með það að titillinn á þessum þætti á samstöðinni sé réttur settur, en aðrir kalla hann lagahornið. Í dag ætlum við að aðeins að einbra á vaxtamálinu og viðbrögðum bankana, stjórnarskrár málinu, andstöðu við áform ráðherra fækkun sveitarfélaga. Við ætlum að ræða mál Steindórs Gunnarssonar. Við ætlum aðeins að ræða siðferði hvað varðar einkennilegan snúninga og starfi íþróttafélaga, að það sé allt í lagi að bjóða upp á áfengi þótt börn séu út allt bara til þess að rétta af rekstrar eða fjárhagsstöðu félaga. Og svo er stjórnsýsluvenja í uppnámi eftir að blaðamaður lagði Akranes kaupstað. Og maðurinn sem getur rætt þetta við mig og þannig að þið vonandi hlustendur áhorfendur hafið gagn og jafnvel gaman að er Gísli Tryggvason lögmaður. Vertu velkominn, Gísli. Takk. Ef við kannski að byrja á því að því þú varst nú talsmaður neytenda eitt sinn. Þú hefur væntanlega fylgst nokkuð spenntur með hinu svokallaða vaxtamáli sem var dæmt í Hæstarétti nýverið og viðbrögðunum í kjölfarið. Manni sýnist að staðan sem uppi sé svo að bankarnir ætli ekki að missa neitt spón úr sínum aski. Nei, og þurfi kannski ekki mikið, þeir hafa nú unnið þetta hluta, bankinn, hann er bara komið eitt af þessum 4 prófmálum. Íslandsbanki var sýknaður af fjárkröfum neytandans í málinu. Já. En neytendur unnu eða neytandinn vann þann þátt sem laut að skilmálum að mestuleyti. Skilmálunni voru ógiltir að mestuleyti, en eitt skilmáli sem að vísaði til stýrivaxta, hann var nægilega hlutlægur með við svona utanaðkomandi atvik, að hann var látinn standa og að því að vextir höfðu hækkað minna en stýrivextir, sem kom inn úr svolítið óvart, að þá hafði neytandinn ekki beðið tjón af þessum ólögmætu skilmálum. Þannig að þarna var ólögmæti klárt í flestum tilvikum, en það var ekki orsakasamhengi milli einhvers tjóns og ólögmætis. Þannig að endurgreiðslukrafan náði ekki í gegn, heldur var bankinn sýknaður, og svo getur verið að hinir bankarnir séu með einhvern veginn öðruvísi skilmála, þó mér finnst nú ólíklegt þessu mikið öðruvísi. En kjarni málsins eru þetta þessi grundvallarregla sem að hefði nú kannski ekki þurft Hæstarétt til að segja okkur að neytendur sem veikari aðilinn í lánasambandi við banka, þeir ekki að þurfa að vera spámenn eða vísindamenn til þess að geta séð hvernig vextir muni þróast, heldur á að vísa annarkvort í bara tiltekna tölu eða einhverja hlutlæga þætti sem að geta ráðið breytingu á vöxtum. Já. Maður svona fagnaði sem neytandi eitt andartak, getur maður sagt. Þarna tekið frá bönkunum ákveðið huglægt frelsi eða geðþótta mat, en svo kárnaði nú eiginlega í já, hann má segja að þróunin og þess að það sem gerist á eftir er að þeir hóta bara hærri vöxtum, meiri álögum, samkeppniseftirlitið blanda sér í málið, sendir frá sér harðorða ályktun það að bankarnir ætli allir að boða sömu viðbrögð, þá sé það nú kannski ekki alveg gott hvað var að samkeppni. Og svo núna þá eru allar bankastofnanirnar hættar að veita verðtryggð lán, held ég. Og þetta ber allt svona keim að því, finnst mér, að þetta sé þríhöfða þuss. Ef einn ákveður eitthvað þá fylgja alltaf hinir. Hvar er hinn virka samkeppni? Já, mér finnst þetta gott hjá samkeppniseftirlitinu að minna á þetta. Bankarnir hefði nú kannski átt að vita það, þeir með ekki stilla saman strengi eða líta út fyrir það. Viðbrögðin voru að vísu að lokum, held ég, eftir einhverja daga, að þeir settu bara málið í athugun og salt eða frest.
ég vona að það sé bara alvöru þeir séu bara í alvöru að gaumgefa hvernig þetta geti verið löglegt og vonandi siðlegt og sanngjarnt líka. Ég vona að þetta sé ekki einhvers konar þrýstingur á dómstólana að það fær nú allt í óvissu ef þeir fara að dæma svona hlutlópa. En svo spurning vaknar samt. Já, mér allavega flaug það í hug, sko. En ég vona ekki. Nei. En sko, heldur þetta geti með einhverjum hætti orðið innlegg í afnám verðtryggingar? Ég veit það ekki. Það eru sko 20 ár síðan ég byrjaði að tala, held ég, opinberlega, já. Það eru 20 ár síðan ég byrjaði að tala opinberlega að verðtrygging stæðist ekki svona meginreglu laga og Evrópuréttar. Þannig ég er svolítið þreyttur og að bíða eftir því að enni nefndin verði skipuð eitthvað eða enni hennar kosningarna verði settar undir það að menn lofi að skoða þetta eða gera eitthvað. Mér finnst það löngu tímabært að bara afnema hana og að það sé bara alvöru samkeppniskraftar ef þeir geti yfirleitt virkað á þessu litla landi sem að ráða vöxtum. En ég hef kannski aldrei verið nógu góður í hagfræði til þess að takast á við þessar mótröksemdir þeirra sem styðja verðtryggingu að það sé ekki hægt út af því að króna sé svo lítil og markaðurinn svo grunnur og að menn muni hætta lána og eitthvað slíkt. En lögfræðilega finnst mér þetta alveg fáránlegt, enda er þetta nánast hvergi til í sko neytendaskilmálum. Er alveg sama þó að einhverjir fagfjárfestar noti svona afleiðu í sínum viðskiptum en þetta er ekki heima í heimilisbókhaldinu. Það sem meira er að við eigum nú öll erlenda vini og þetta kallast price index á ensku. Bara 9 af hverjum 10 sem ég reyni að útskýra þetta fyrir, þeir hrista bara höfuðið, þeir gangi í burtu. Ég sé það sama og lögfræðingar sem eru kollegar eða vinir, sko, þeir skilja þetta ekki og halda maður sé bara eitthvað ruglast. Sko. Þannig að ég hef talað við alls konar fólk, bæði háttsetta embættismenn í norrænu ríkjum öðrum og neytenda sérfræðing og þeir eru bara alltaf jafn hissa. Þannig að ég er nú svolítið þreyttur að bíða eftir að eitthvað verði gert. Sko, Framsóknarflokkurinn hefur nú nokkru sinnum sennilega sett þetta á oddinn eða skipað einhverja nefnd og ég var nú lengi í þeim flokki. Þannig ég hafði nú góðar vonir að það yrði eitthvað gert en mér finnst ekkert hafa gerst eiginlega. Nei, og nú þegar við erum ekki lengur með þá sérstöðu að við erum moskítóflugnalaust land, þá væri kannski ágætt að losna undan þessari sérstöðu að vera verðtryggingar. Já, það er góð tenging. En hlustu þær á viðtal sem ég tók í gær við Hjört Hjartarson hjá Stjórnarskrárfélaginu? Nei, en ég sá að þú varst með þann góða gamla félaga í viðtali og við vonum lengi samherjar í að berjast fyrir stjórnlagaumbótum. Þú varst á þinginu? Já, og ég var reyndar, það eru 17 ár síðan ég stakk upp á svona þingirði bóðað og þó að Hæstiréttur hafi ógilt kosningu okkar á stjórnlagaþing þá brást Alþingi við með að skipa okkur samt í stjórnlagaráð. Þannig að það var nú svona svolítið sérstakt en við komum með tillögu, einhuga tillögu umbætur á stjórnarskránni. Já, hann er vongóður að þessi ríkisstjórn, hann Hjörtur, í ljósi þess að Kristrún hafi hjólað í veiðigjöldin í sumar og beitir svo ákvæði 71. greininni til þess að koma málinu í höfn. Hann er vongóður að ný stjórnarskrá verði á matseðli þessarar ríkisstjórnar. Ert þú bjartsýnn? Nei, ég er það nú því miður ekki. Sko, síðasta ríkisstjórn sem gerði þetta, hún tókst á við hrunið og sótt Evrópusambandsaðild og vildi breyta stjórnarskránni og henni var seinna núið sér að hafa ætlað að gera of marga stóra hluti á stundum tíma og ég hugsa að Kristrún Frostadóttir og hennar ríkisstjórn geri það ekki. Þau ætla að fara í Evrópusambandsmálið og það tel ég nú gott en ég
sé engin merkjum að þau fara að reyna að breyta stjórnarskránni, en eru svona stjórnmálaflokkarnir frekar dragbítar í því og þurfti svona, þeir sem þó voru viljugir þurfti nú lengi vel bara að draga svolítið eða íta, sparka áfram sko. Sumir voru beinlínis á móti, aðrir voru svona tilleganlegir. Já. En út frá lögfræðinni, út frá réttindum almennings, út frá viðskiptum og öðru, þú ert enn þeirra skoðan að það sem mjög brýnt að breyta stjórnarskrána. Þetta er náttúrulega mjög gamalt plagg að stofni til. Já, það er 150 ára. Já. Það var 5. janúar, 151 árs, 5. janúar 1874 sem við fengum fyrstu stjórnarskrána afhenta einhliða frá danska konginum eða okkar kongi. Og síðan hefur aldrei heildstæð endurskoðun farið fram, en vissulega nokkrir kaflar endurskoðaði meira eða minna. Og rök þeirra sem eru á móti eða efasemdarmenn, þau hafi yfirleitt verið sko annarkvort það er ekki gott að endurskipuleggja svona í heild, segir ósammála. Betra að taka einn kafla einu, en þá þarf maður nefnilega að gæta samræminu sko sem stundum raskast. Og svo er það kannski misskilningur að þetta hafi verið einhver sko gagger umbylting. Þó við höfum breytt kannski flestum greinum, þá voru sumar efnislega þær sömu og það er ekki verið að gjörbreyta stjórnskipulaginu. En það er svona verið að auka þann rauða þráð sem mér fannst einna mikilvægastur, sem er að það sé valdajafnvægi eða aðhald, það sem kallað er í Bandaríkjunum checks and balances. Þannig að einn aðili, hvort sem það er stjórnarherra eða bara framkvæmda valdið eða dómstólar eða löggjafinn sé ekki of sterkur, það sé einhver balans. Og ný stjórnarskrá og henni myndu fylgja lýðræðis umbætur, auðlinda ákvæðið, persónukjör, hvort ekki mætti flokka sem slíkt, ekki satt? Jú, umbætur, ég meina fyrir þá sem eru lyndi slíku, en auðvitað ekki umbætu fyrir þá sem eru á móti slíku. Ég var kannski ekkit persónulega mjög hrifinn af persónukjöri og áherslu á það. En maður svona náði einhverjum málamilunum það, en það er að því að það er auðveldara að halda flokkum við efnið og gera þá ábyrga ef að flokkar eru til. Já. Ef það hins vegar þarf að setja sig inn í sko stefnumál 100 frambjóðenda eða einhverja tuga, þá er það bara svolítið flókið verkefni, og það sást meðal annars í kjörinu til stjórnlagaþings að það voru bara þekkt fólk, nánast bara, það var bara þekkt fólk eiginlega sem náði kjöri, af því það voru 500 og eitthvað í kjöri. Já. Í frambóði. Já. En það verður fróðilegt að sjá hvernig fer fyrir þessu máli, hvort það kemur aftur upp svona aukin krafa. Förum þaðan yfir í mikla andstöðu við áform ráðherra Eyjólfs fækkun sveitarfélaga, og vakti töluverða athygli á dögunum fréttum viðbragð þeirra á Tjörnesi sem afþökkuðu jöfnunarframlag 240 milljónir eða eitthvað svoleiðis, mjög fámennur reppur 50-60 manns. Þeir töldu það verið að múta þeim til þess að samþykkja sameiningu við Norðurþing væntanlega. Er hægt að skylda sveitarfélög út frá einhverjum lögum til þess að sameinast stærri sveitarfélögum, fámenn sveitarfélög? Já, ég held að það sé nú lagalega hægt, en það hefur einhvern veginn pólitískt gengið svolítið hægt. Það eru, ég held að séu líka eða yfir 30 ár síðan að, já, ég held að sé að vera 40 ár síðan Jóhanna Sigurðardóttir, þegar hún var félagsmálaráðherra, byrjaði að þrýsta á þetta. Svo seinna Páll Pétursson sem var lengi félagsmálaráðherra, hann talaði þetta og það er búið að tala þetta svolítið lengi líka, eins og verðtryggingu og stjórnarskrá. Það hefur vissu náð svolítið árangur með að þrýsta svona pent á sameiningu, þannig að sveitarfélög orðið mun færri en þau voru til dæmis þegar ég var að læra lögfræði, en ég man nú ekki reyndar hvað mörg, en þau eru orðin færri og stærri. Mér finnst að við svo ágætis rök á móti að ef það er verið að tala hagræðingu, þá eigi nú kannski að
samin einhver sveitafélag á höfuðborgarsvæðinu. Já. En ég held að fyrir borgaran séu nú kannski aðal rökin að það erfitt fyrir pínu lítið sveitafélag að sinna vel flóknum málum eða dýrum málum eins og almenningssamgöngum, brunavörnum og svo barnaverndarmálum. Það ekki gott að vera með barnaverndarmál sko á skrifborðinu hjá sér sem að varðar kannski bara næsta nágranna. Bara á hæfi, vanhæfi og gagnsæi og persónulegan trúnað. Þannig að ég nú frekar lindur sko stækkun sveitafélag en þetta nú gengi ágætlega með svona hægðinni. Já, þannig að hún verður kannski ofan á. Ég veit það ekki. Nei. Mál Steindórs Gunnarssonar hefur verið... Steinþórs, já, afsakaðu. Steindórs Gunnarssonar hefur verið töluvert í umræðinni síðustu daga. Það verðist nú vera ansi ljót saga. Hvað getur þau svona... Já, það nú búið að þrýsta svolítið hvað að segja frá hægri að ýmsir aðrir miðlar sinni því líka, en það ágætt að við tökum það aðeins upp. Það búið að fjalla það í hlaðvarpi hjá Morgunblaðinu og núna aðeins á RÚV og víðar að hann var dæmdur fyrir brot, markaðsmisnotkunar brot og svo að lokum var hann sýknaður. Þess að máli var endurupptekið af því að einn dómari við Hæstarétt var vanhæfur í hans máli og undirliggjandi var nú líka að Hæstaréttur hafði í rauninni sjálfur fundið röksemd sem var ekki búið að takast á fyrir dómi og það svolítið gróft brot sko gegn réttindum hans. Þegar, og því miður hefur maður séð þetta oftar bæði í einkamálum og sakamálum sko en það eru svona sakflytjendur, lögmenn í einkamálum eða ákærandi og sækjandi og verjandi í sakamálum sem eiga að bera réttina á borð og röksemdirnar, staðreyndirnar og dómstólar mega ekki í nútíma réttafari. Það eru meir en 100 ár síðan því var breytt svona að mestu að dómstólar mega ekki finna sannleikan sjálfur eða meintan sannleika. Þeir eiga bara að velja úr röksemdum og mega ekki finna sannleikan ef að lögmennir eða sakflytjendur hafa klikkað á að bera hann á borð. Nú kjarni málsins að það var ekki sannað að Steinþór hefði vitað eitthvað galla á fjármögnun þessara viðskipta sem hann var bara að framkvæma, þannig að hann var saklaus og þetta alltaf svakalega sorglegt að hafa varið 17 árum af sínu lífi í að verjast einhverju sem að reynist síðan ekki rétt. Já, maður getur rétt ímyndað sér hvers konar líf það að lifa sko. Já. Ég vildi hins vegar smælingarnir hefðu stundum sömu möguleika. Mér finnst stundum eins og hvítflippa að glæpamenn meintir hafi sterkari stöðu til þess að krefjast réttar síns í svona og það fínt að þeir hafa það en mér finnst að mætti gera meira fyrir smælingina ef svo má segja sem að þurfa líka að njóta mannréttinda. Litla andlitslausa fólkið. Já, ég alveg sammálaður með það við sjáum náttúrulega mörg dæmi ákveðna misskiptingu í þessu en málið einhvers konar svartur blettur á réttarsögunni. Við getum örugglega verið sammála það og svo líka áhugavert að það hefur verið dregin inn sko einmitt svona pólitíkin í þetta hvaða fjölmiðlar fjalla þetta og hverjir ekki, hvað heldur að skýri það? Já, og hverjir hafa beðist afsökunar og hvar sökin liggur sko, það þetta eðlilegt að maður eins og hann sko taki eftir því að sækjendur og lögreglumenn og dómstólar og fjölmiðlar hafi annarkvort sagt eða gert eitthvað eða ekki sagt og gert eitthvað sem að honum mislíkar sko og mér finnst sjálfsögð svo krafa að dómstólar að fjölmiðlar sem að hafa sagt rangt frá þeir leiðrétti að miskosti og kannski byggðist afsökunar en auðvitað voru fjölmiðlar yfirlega í góðri trú ef að dómstólar hafa komist að einhverju niðurstöðu.
Ég hef alltaf verið þeirra skoðunar að íslenski fjölmiðlar þeir hræðast of áhrif þess að viðurkenna mistök. Sko, fréttir og stór hluti af fjölmiðlunar unnin í tímarhæki undir miklu álagi og mistök eru innbyggð í einhvern hluta af öllu því efni sem hlýtur að fara í loftið á hverjum degi. Og sumir fjölmiðlar og fjölmiðlamenn líta svo þannig á sem að þeir missi trúverðuleika við að viðurkenna mistök. Ég held hann aukist. Ég held sko að það er bara mannlegt að gera mistök og mín svona persónulega sýn er svo að fjölmiðlar eiga ekki að skirrast við það að biðjast afsökunar á því sem betur þeim átt vara. Já, ég er sammála því. Þannig ekki. Heyrðu, ég var með hann Árna Guðmundsson, hann er forvarnafulltrúi. Já. Hann kemur hér, hann er einn af föstum gestum hér við Rauðaborðið og við erum alltaf að ræða sama efnið sem eru áfengismál og við vorum að ræða UMFI núna á dögunum. UMFI er sem sagt með tillögu í Pækli, hún er í Salti, það sem að aðildarfélög UMFI er ekki sammála sko hvaða skref skuli stigin, hvað var þar áfengisölu á viðburðum tengdum starfsemi þessara félaga. Maður hefur séð að knattspyrnudeildirnar, stóru félagana, þær eru farnar að viðurkenna þetta bara sem er rekstrarök að þurfa að selja áfengi og í sömu krefsum þá þykir þetta bara allt í lagi en svo eru líka til hópar sem eru alveg brjálaðir og segja bara, býtu, hvað er siðferðislega hliðin á þessu? Er ekki til einhver lög sem að vernda börn frá því að það sé barn í íþróttastarfsemi og að er ekki að vernda það frá því að það sé allt löðrandi á áfengi. Er til einhver löggjöf sem að bara segir þetta gengur ekki? Nei, ég held nú ekki. Það er vísu þetta ákvæði í stjórnarskráni sem við höfum talað um áður að ríkisvaldið eigi að sko styðja börn og passa upp á umönnu þeirra og ýmis lög auðvitað, barnaverndarlög til dæmis, en ég veit ekki hvort íþróttarlöggjöfin tekur á þessu, þannig að þetta er nú sennilega pólitískt mál og siðferðislegt eða svo segir frekar en lagalegt. En ég er sammála Árna og við unnum að því hérna fyrir löngu saman þegar ég var talsmaður neytenda að sko halda áfengi frá börnum og ýmsu öðru skaðlegu sko og hann hefur verið ótrúlega þrautsegur í þessu í áratugi. Já. Ég vonum verði eitthvað ágengt. Þetta er kannski bara enn eitt máli sem við erum búin að tala um núna nokkur, það sem að einhvern veginn við klárum aldrei málin og þokast hægt áfram. Já, það er eitthvað samfélagslegu þrýstingur sem að Já, það er samfélagslegu þrýstingur í hans þáu eða þessa málefnis en það er líka fjárhagslegu þrýstingur í hinn áttina að það þurfi að reka þessa dýrustarfsemi, þannig að þetta er svolítið erfitt við að eiga en ég er bara sammála Árna. Já, ein pólitísk spurning sem vaknar er hvort ríkið þurfi miðlægt að auka stuðning við starfsemi til þess að aðilar rekist ekki út í hæpnar leiðir. Já, það náttúrulega þekkjum við líka úr veðmálastarfsemi og spilakassa það sem að alls konar almanna heillastofnanir hafa leiðst út í að nýta slíkt til fjármögnunar sem manni finnst mjög sorglegt. Að því að spilafíkn og áfengisfíkn er vandamál þó að það sé ekki vandamál allra eða mjög margra, þá er það þjóðfélagslegt vandamál. Já, með manni í sættinu hér daginn sem að sagði það einhver rannsókn bendi til þess að börn undir 18 ára væri að spila og veðja fyrir 800 milljónir á ári, held ég að hann hafi sagt. Og bara í veðmál sem eru hérna, sem geta bara sögt fjárhag. Já. Það er margt að hugsa í þessu. Heyrðu Gísli, en hérna við vöðum hér og reynu í annað eins og við erum vanir og það er gaman að fá sjónarmiðin lögfræðileg, siðferðisleg og neytendaleg eftir atvikum inn í eitt og annað. En síðasta máli sem við langar að ræða við í dag, það var þar stjórnsýsluvenju í uppnámi samkvæmt DVF eftir að blaðamaður lagði Akraneskaupstað í málum umsækjendalista. Getur þú reifað þetta? Já, það hefur lengi verið túlkun stjórnvalda á lögum að
að blaðamenn eða aðrir bara forvitnir megi fá lista yfir umsækjendur opinber störf. Það vísu stendur nú ekki beinlínis í lögunum, það hefur lengi verið túlkunin. Og til þess að bregðast við þessu þá hafa margar opinberstofnanir vanið sig á að þegar blaðamaður biður nöfnin umsækjendur eitthvað embætti sem að þykir fréttnæmt, þá bjóða umsækjendum að draga umsókn sína tilbaka svo þeir sleppi við að vera nefndir í fjölmiðlum. Og mér finnst þetta náttúrulega svolítið skrítin venja en nýlega var tekist á hana fyrir úrskurðarnefnd upplýsingamál held ég og blaðamaður lét reyna á þetta þar og vann, þannig að hann fékk öll nöfnin líka þá sem ætluðu að draga tilbaka umsókn eftir að þeim var boðið það. Já. Ef ég skildi rétt þá var eini sem að slapp við nafnbirtingu var og sá sem að hafði dreigið umsókn sína tilbaka áður en blaðamaðurinn kom með sitt erindi. Þannig að þarna teldu sveitarfélög sem áttu í hlut eða sveitarfélag fram þeirri stjórnsýsluvenju að þeir hefðu alltaf gert þetta svona og það riti burt settum lögum eða lagatúlkun en það stóðst ekki. Það þarf dálítið mikið til að stjórnsýsluvenja sé bindandi réttarheimild. Þannig að þetta áhugavert svona lögfræðilega að menn beri venju fyrir sig en þó að það hafi ekki tekist. En síðan þetta áhugavert svona fyrir fjölmiðla að nú verða fleiri nöfn í boði, nú eiga umsækjendur von á því að þeir bara verði nefndir, þeir geta ekki bakkað. En það hef ég aldrei skilið það akkur ætti maður að bakka daginn eftir að maður sendir inn umsókn að því að blaðamaður hefur beðið nöfnin að því að maður mátti vita að það yrði allavega háa stöður, það yrði spurt sko. Já. Einmitt sko aðeins meira kannski það að sumir umsækjendur óttast það, ég held að það sé meira í einkageiranum heldur en í opinbera geiranum að sumir umsækjendur þeim finnst stór ákvörðun að sækja starf vegna þess að það eitt að sækja starfið þannig að það verði opinbert að þeir séu að sækja starfið það getur trublað starfsögu þeirra innan hús. Og það held ég geri það sko. Já. Þannig að það eru rökin gegn því að birta nöfnin ef að lögum ætti að breyta sem er auðvitað sjálfsagt að ræða. Rökin á móti því að breyta einhverju eru að þá minnkar gegnsæið og aðhaldið fyrir opinberastofnun þannig að ég kom einhvern veginn að ég skildi bæði þessi sjónarmið, ég kom einhvern veginn með það á málamiðlunum þegar ég var framkvæmdastjóri Bandalags háskólamanna að það ætti að gefa upp nöfnin og geyma því einhverjum leynilegum potti hjá einhverjum óháðum aðila sem að myndi þá vita að það voru bara þessi nöfn sem komu til greina en að almenningur þyrfti ekki endilega að vita þetta en einhver fulltrúi almennings eins og heildarsamtök launafólks eða já, einhver svona opinber aðili sem að nyti trausts. Þarna fannst mér ég finna einhverja málamiðlun en það hefur engu verið breytt í þessu í áratugi fyrir utan þessa nýju túlkun. Nú, mitt blaðamannshjarta náttúrulega gleðst í hvert skipti sem að blaðamenn vinna einhverja sigra í nafni tjáningafrelsis þótt það séu þetta ýmis álitamál þessu tengd. En eigum við þá að slíta rétti að sinni Gísli? Já, þá þykir slítið. Já, þakka þér kærlega fyrir komuna og ég fæ vonandi að sjá þig aftur eftir 2 vikur eða svo. Þú hefur verið svo rausnalegur við okkur að koma hér að jafna þig á 2 vikna fresti. Ég vona að það verði áfram. Já, takk fyrir góð boð. Og þátturinn heldur áfram næsti kafli eftir andartak. Kæru hlustundur og áhorfendur, ekki fara langt. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is